Guð minn góður, hvað þetta fallegt hérna. Hver ætli hafi búið allar þessar fegur til? Getið þið sagt mér það? Ég hef ekki augum litið fegur í stað. Nei, sjáu þið þetta. Sé ekki litla fallega mús hlaupa þetta eftir gólfinu. Ætli hún sé að fara að halda músajól. Kannski þetta músapappi að sækja fjölskylduna sína til þess að halda með henni jól. Það nú ekki verra. Maður eru þá ekki einn þessi jól. Það ljóst. En Guð minn góður, sjáðu þetta. Þvílík fegurð. Og ég að sjá þetta í fyrsta skipti núna, fjallið. Ég hef ekki tekið eftir því áður. Þetta ekki stundum þannig að við erum með fegurðan allt í kringum okkur en við tökum ekki einu sinni eftir henni. Þetta svona með okkur. En Guð minn góður, ég ekki enn farin að fara í bað og þau eru að bresta á. Ég fer alltaf í bað fyrir hverju jól. Í fyrra þá var ég búinn að fara í bað áður en ég gerði þetta sem ég er að gera hér. En núna gleymdi ég því. Ég held að ég bregði mér í sturtuna. See you. Góðan daginn, góðu vinnir. Við erum komin á staðinn sem heitir Jólahátíðin okkar. Það er aðfangadagur í dag og við ætlum ekki að breyta eftir honum sem að talaði hér áðan og gladdist þessi lifandisóskup yfir hnoðranum sem hljóp eftir gólfinu og fagnaði yfir því að hann skildi ekki verða einn mjög þessi jól. Það er gott að vera ekki einn þessi jól, frekar önnu jól. En við viljum nú kannski ekki hafa litlar ferfættar í teitinu okkar, heldur við eigum nú vini sem við getum sótt og ættum auðvitað vilja sækja, ekki bara á þessum degi en það er nú orðið þannig, kæru vinir, að við þurfum stundum tilefni til þess að heimsækja hvort annað. Þannig er það nú bara. Og jólin, þessi venja jólana að hittast, er bara Guðs gjöf, eða ekki? Ég segi það. Þetta er bara Guðs gjöf. Það er alveg óþarfi fyrir okkur að vera neitt að reyna að slíta þetta frá okkur. Því að við erum af einhverjum, við komum ekki bara eins og þruma úr heiðskýri, skýru lofti. Við erum af einhverjum og einhverjir af okkur eiga systkini og flest af okkur eiga systkini. Og flest af okkur eigum systkini á lífi og foreldra á lífi.
og það alveg upplagt að einmitt að nota þetta tækifæri sem svona þekkt eins og jólahátíðin og svo framvegis og svo framvegis. Þannig að við getum haldið í sumt má fara, það ekki spurning, en í sumt megum við vel halda. Vegna þess að það bara eitthvað sem við eigum sameiginlegt og þetta allir sem þekkja þetta. Þannig að þú færð boð að koma á jólunum og þetta vekur þér engar spurningar. Í einhverju tilvíki geti þetta vakið þá spurningu, hvað stendur nú til, akkur hann að bjóða mig núna? Það ekki þannig jólin, það einhvern veginn bara fylgir því að vera með gesti með sér eða fara einhvað sjálfur. Ekki svo að skilja að maður gerir þetta endilega, en maður hefur auðvitað gert þetta eins og annað fólk, en svona sækir ekki mikið í þetta í dag og kannski þetta bara ósiður og ekkert annað, en batnandi manni víst best að lifa á og maður veit aldrei. En hvað það? Þá aðfangadagur í dag og það ef ég þekki þetta rétt, þá finnur ilminn af matnum sem á að bera fram klukkan 6 var þetta nú gert í mína tíð, í mína ungdómstíð, en hjá sumum klukkan 7. Í mína ungdómstíð var reyndar ekki til siðs að fara í kirkju á aðfangadag, en ég þekkti fullt af fólki sem gerði þetta á þessum jólum og þetta var svona partur af jólahátíðinni og ekkert öðruvísi. Þannig við sjáum að jólin ekki bara eyðsla og peningaustur. Jólin eru miklu, miklu meira. Þetta allt saman bara spurning, hvernig vill ég hafa þetta? Já, hvernig vill ég hafa þetta? Vill ég vera með jólin mín svona, þar sem ég sæki fólkið heim, sem ég ekki séð lengi, tala nú það. Vil ég hafa þann tíma þar sem ég býð til mín fólki, já, upp á kræsingar einhverjar? Vil ég vera með þessi jól jólin sem ég gef gjöfinni meira? Ætla ég að taka upp gamlan sið og gefa, pakka inn einhverju og gefa, sem ég hef ekki gert árum saman. Þetta var gert hér í eina tíð og ég sá ekki annað en að þetta gleddi fólk. Af hverju ekki að taka upp siðinn sem gleður fólk? Af hverju ekki að reyna að vekja upp einhverja tilfinningar fyrir þessum ágæta tíma eins og jólum, því að þá tækifærið. Við höfum tækifærið á þessum tíma til þess að brydda upp á einhverju sem okkur þykir öll ósköp notalegt. Já, ég veit ekki, kannski hreyfir þetta við einhverjum og það ekkert nema svartnætti í kringu þennan tíma. Það getur vel verið, en ég þekki það ekki og ég get því ekki tjáð mér neitt það, en ég ger ekkert lítið úr því að sjálfsögðu. Það auðvitað hörmulegt þar sem að það hefur gerst, en hverju get ég svo sem breytt varðandi það? En ég á bara gleðilegan tíma fyrir jól og jól og það svona ákveðin svona fiðringur í manni þegar kemur að þessum tíma og svona ís og þess sem að manni líkar ekkert illa við. Mér finnst þetta bara allt í lagi. En ekki maður lengur þáttakandi í þessu sem maður var þegar maður var krakki, en það segir maður það og viðurkennir það og við gerum það líklega öll, að jólin eru nú í tími barnanna og mér finnst ekkert athugavert við það að þau séu það áfram. En ef við viljum hafa eins og kallinn hérna til að byrja með, þau sást nú ísturinn og nú var nú ekkert lítil. Það við verðum bara ægilega glöð yfir að sjá þarna einhvern ferfælling sem kom óboðinn inn upp ykkur á hólu, ykkur staðar sem hægt var að smeygja sér inn. Þá erum við ekki á réttum stað í þessu.
Það er miklu skemmtilegra að vera innan fólk og hlæja með fólki og gráta með fólki, kannski ekki mikið á jólunum, við kannski grátum ekki mikið á jólunum, hver veit. Það er miklu skemmtilegra, veistu af hverju? Af því að þú ert skapaður og sköpuð í Guðs mynd og ekkert minna heldur það. Og Guð gaf þér samfélag og hann hefur verið að nota jólin, takt eftir, hann hefur verið að nota jólin til þess að minna okkur á hvort annað. Einhvern veginn þá hefur þetta ekki slitnað þó sé svolítið annað bragur á þessu í dag. Líklega sér maður þetta nú svona vegna þess að maður er orðið fullorðinn sjálfur. Og þessi barnalega tilfinning fyrir jólum er ekki lengur til staðar. En akkur ekki? Akkur má hún ekki vera þarna? Þetta er eins og ég var að tala um áðan. Þetta snýst allt bara um það hvað maður vill sjálfur. Finnst þér asnalegu siður að senda jólakort að dæmi sér tekið? Ég held ekki, ég held þér finnst það ekki. Finnst þér það ennþá kjánalegra að pakka inn gjöfum og gefa? Það þarf ekki að vera stórt. Bara eitthvað lítið og sætt og gagnlegt og ekki gagnlegt. Hvað sem er. Hvort það er lítið eða mikið skiptir ekki máli. Þú gefur þetta. Ég held að gefi enginn bara einhverjum vana. Af því að allir gefa. Svo fyrir utan það þá er ekkert allir að gefa. Ég held að í grunninn þá búi svo hugsun að ég vil gleðja með þessu. En er ég að gleðja? Ég ætla nú bara rétt að vona það að gjöf sem að gefin er, hvort sem að ég gefa hana eða þú, að hún virki nú þannig að hún gleðji nú þann sem fái. Ef hún gleður ekki, þá er nú eitthvað skolast til einhvers staðar. En þá er ekki að skolast til neins staðar. En við þurfum öll að eiga þetta hugafar, gleðinar, af því að einhver tók sér nú taki og gaf eitt stykki gjöf. Já, sumir er að gefa af vanefnum sínum. Og viti maður af því að þetta er þannig fengin þessi gjöf sem ég fékk, segjum það, þá ætti hún að vekja manni ennþá meiri kærleika og gleði. Við munum eftir sögunni sem Kristur segja sögu, þetta var ekkert saga, hann var bara að lýsa aðstæðum. Þeir voru að gefa í fórnargjöfina gyðingarnir þegar hann var uppi og gekk þarna eins og hver annar maður. Þeir komu þarna alveg spikfeitir, kallar og kellingar með bumbun út í loftinu eins og sá kallinn áðan í myndinni. Það var fallegur. Já, sumir alveg svolítið smoguðu aurum inn í þessa ágætu hyslu, peningahyslu. Svo kemur þarna gömul ekkja. Já, var hún ekki gömul? Þetta er hetja. Hún reiddi fram einn eyrir, eða bara, ég veit ekki hvað, þetta hefur ekki svolítið bara verið legið að henni hefði hún sýnt þetta. En þetta var gjöfin sem snerti hjarta drottins mest af öllum þessum gjöfum. Af hverju? Hún gaf allt sem hún átti og þegar hún var búin að gefa þetta, það var ekkert til. Samt vildi hún láta gott af sér leiða með þessu agnar smáa sem hún átti til. Og við sjáum á viðbrögðum drottins að þetta gladdi hann mest af öllum þessum gjöfum. Ekki endilega þær sem að menn alveg svoleiðis mokuðu í hyslurnar. Þeir voru ekkert að gefa af neinum vanefnum. Þeir voru bara að gefa, já, kannski af skilduragni, jú, kannski af gleði, ég veit það ekki. En þessi kona, auðvitað vissi hún það að þetta lítilræði sem að hún var með, auðvitað vissi hún það að þetta væri nú ekki stór uppað. En hún vildi samt gera þetta.
hafði hún hugmynd það að sjálfur drottinn myndi nefna þetta atriði við þá sem voru kring, alveg örugglega ekki. Og kannski fékk hún aldrei að heyra þetta, því það talaði að þetta var roskin kona, ef ég man rétt. Því að þessi orð sem að drottinn talaði, þau koma löngu seinna. Þannig að það má reikna með því að þessi ágæta kona hafi aldrei fengið að heyra neitt þetta. En samt lifir hún með okkur sem fyrirmynd á þessa hátt. Já, litla gjöfin sem þú færð kannski á frá vini eða hverju sem þú veist að viðkomandi á ekki mikið á milli handana, en þú fékkst samt, leyfðu þér að gleðjast yfir henni. Leyfðu þér sér það. Það er nefnilega mikið vanþakklæti í dag. Og ég veit ekki hvað og hvað. En við ætlum ekki að vera þetta fólk. Við ætlum að leyfa jólunum að vera eitthvað allt annað í ár. Nú dagurinn og það eitthvað í það að þú setjist við borðið sem að svignar undan einhverjum mat og það gaman að því. Og þú ætlar líka að gleðjast yfir þeim sem að boðið var. Kannski voru það heimilsmenn og kannski nánustu ættingjar, kannski voru það fleiri. En þú ætlar að láta þetta allt saman hafa þau áhrif á þig að þú fagnir. Veistu það? Þá hafa jólin náð til þín. Þau eru þetta í grunni. Við þurfum ekkert að vera neitt feimin við það að halda upp á þetta með einhverjum hætti. Sumir gera þetta svona, aðrir gera þetta einhvern veginn öðruvísi. Það skiptir ekki öllu máli. Aðalatriðið að þú ert að gera þér svolítinn dagamun og fá til þín ekki þessi litlu þetta drrrr sem hljóp eftir gólfinu. Þetta fólk. Það er nefnilega fólk sem drottinn dó fyrir. Svona vinnur drottinn. Það vinnur í þágu fólks. Og vittu til, þegar þú ert glaður og glöð með þínu fólki, þú gerður ráð fyrir því að Kristur sé helmingi glaðari. Yfir því að þið skulu öll vera saman í einingu. Þetta er það sem hann vill alltaf að við vitum og búumst við þetta og gerum ráð fyrir. Við skulum núna fá einhvern söng, finnum einhvern fallega söng, svo komum við aftur.
Já, einir, við erum mætt. Það tökur ekki vinalegt hérna brosið. Nei, fyrir ekki brakið, ekki brosið. Jú, brosið er nú alltaf vinalegt. Heyri brakið. Þetta rifjar upp fyrir mér þegar ég voru á sjó í gamla daga. Vatnið er alltaf jafn gott, ég veit það. Það rifjar upp fyrir mér þegar ég voru á sjó á loðnu. Þá var ég nú ungur, miklu yngri en ég er í dag. Það kom með okkur fréttamaður, eins og við gera nú stundum, við gera nú minna í dag. Og þetta var gamall sjómaður og svo sat hann fram í hjá okkur strákunum og var að spjalla við okkur, hann er góðu kall. Og svo einu stað þá horfði hann svona upp í lofti og segi, mikið er þetta notalegt að heyra þetta, sagði hann. Sátt hann við, það er náttúrulega skipið hreyfðist og það brakaði í öllu. Þetta vakti honum mjög flottar tilfinningar. Já, ég heyrði nú brak á þann. Ég get nú eiginlega sagt að það hafi nú vakið mér bara, já, góðar tilfinningar. Því að það er nú svo langt að ég hætti að sjóa að hérna það hálfa að vera nóg. Það er svona ýmislegt sem getur vakið manni notalega tilfinningar. Þegar maður heyrir eitthvað hljóð og þá vaknar eitthvað fallegt í hjartamanns. Akkur ekki leyfa því bara að vakna. Ef þetta gefur manni eitthvað sem er gott og notalegt. Við vorum að tala jólin áðan. Því að það er að koma jól og við viljum absolutt að þau veki já, auðvitað þakklæti og svona einhverja pínlitla gleði tilfinningu líka því að svona er það ekki svona nokkur ljóður á stundum hjá okkur hvað fátt er raunverulega að vekja okkur gleði. Ætti ekki að vera einhvað svona í kringum okkur sem gerði aðeins meira af því. Hvernig væri það að byrja bara á náungunum? Gleðjast yfir því að hafa hann í kringum sig. Allt er þetta nú ágætis fólk sem við erum í kringum og getum vist ekkert sagt neitt annað ef við viljum vera sanngjörn. Það er engin fullkomið, það er engin að tala neitt um það. En öll erum við auðvitað komin í heiminn frá einum. Við eigum öll skapara. Og skaparinn vill að við, já, vitum sem manneskjur að hann er líka. Þessi hérna til hljópi yfir gólfið og sá sem var í upphafi að dást á einu og öðru. Og hann var bara feginn að þetta hnoðra kvikindi skildi vera þarna og hann er þá geitnum jólin. Ég er ekki viss um það að þetta kríli sé endilega að lofa Guð, ég reyndar þekki það ekki og ætla ekki að pæla í því. En ég veit allavega að maður getur lofa Guð. Og ég er að tala við manneskju, ég er að tala við vitiborna manneskju sem stígur eftir andartak inn í sín jól. Kannski með eftirvæntingu, kannski með einhverja tilfinningar sem eru verri. Það er svo sem erfitt að geta sér til um það, en ég geri það ekki. Því ef ég skunda aftur til jólana í mínni veru, þá eru það bara góði tímar. Og það rifjast upp fyrir mér núna að ég var nokkur jól á sjó og á togarunum mest. Bátarnir voru nú held ég minni mig í landi yfirleitt á jólum, en togararnir þeir voru bara settir á flot bara til þeir yrði ekki heim jólin og það var allt í lagi með það. Ég var óteljandi jól á sjó og ég fannst þetta bara ágætis tími borð. Það var alltaf tekið inn trollið, þetta voru náttúrulega trollarar. Klukkan 4, minni það.
Það var matur klukkan 6 og þetta voru einhverja 4-6 tímar sem að skipið var bara aðgerðalaust. Þetta var bara venja og hefð, hvað sem er gert í dag. Og við áttum hérna yfirleitt bara flottar stundir saman, karlarnir, á öllum aldri. Áhöfnin var auðvitað skipuð fólki á ýmsum aldri, mikið af ungum mönnum og líka fullt af eldri, það voru svo margir á þessum skipum. Og það voru pakkar, ég held að við nú alltaf fengið ykkur að pakka, ég reyndar mann svo sem ekki eftir því, ég mann eftir einni bók sem ég fékk, aðalega vegna þess að hún var á sænsku, ég mann alltaf eftir því. Það var svona einhver kristileg bók sem ég átti reyndar lengi og ég las hann aldrei og gat ekki auðvitað. Það voru einhver kristileg samtök sem voru að gefa þetta. Ég mann alltaf, ég held ég hafi verið merktur mér hún hafi verið merkt mér þessi bók. Minni það nú. Ég man alltaf eftir því að sú sem að gaf þetta og var undir hét Guðrún. Ég veit ekkert hver hún er. Og Guð blessi hana bara og hún er enn lifandi. Þannig að þetta voru svona stundin. Þetta er reyndar eina skipti sem ég man eftir því þessari gjöf. En gjöfin gladdi samt, ég man alltaf því, fékk eitthvað svona snertingu í hjartað af þessari gjöf, en það man ég eftir einni gjafa eftir allan annan tíma. Þetta var 73 og þú veist að það er 2018 í dag. Það er allangur tími sem að þetta hefur, þarna þetta er á milli. Svona verða eitt og eitt atvik til sem manni finnst notalegt. Eins og fréttamaður blessaði kallinn þegar hann satt þarna og brakaði eða svona bara heyrðist brakið eins og sjómenn þekkja þegar skipið hreyfir og brakar í þessu öllum. Hann var voða glaður að heyra þetta brak. Ég vil nú viðurkenna það að ég hafði aldrei veitt þessu athygli en gerði þetta þá. Já, þetta er bara ágætt, hugsaði ég mig sjálfum mér. Það er líka þannig með það sem er í kringum okkur, við erum svona vön að bara öllu sem er í kringum okkur, eftir smá tíma þá verður þetta bara vanasteinn hjá okkur. Svo kemur einhver fréttamaður einhvers staðar frá og hann minnir okkur á þetta. Já, herri, þetta er bara nokkuð gott, segir við. Þannig sem er landslægið út gluggann hjá þér, sem þú ert alltaf löngu hættur að sjá. Það þarf alltaf einhver gestur að koma til þín, horfa út gluggann þinn og segja, hvað þetta er fallegt útsýni á þér. Og þú horfir bara á hana, hvað áttu við? Já, og meina þetta, já, þetta er rosalega flott. En maður löngu hættur að sjá það. Ég hef einu sem lendi í þessu. Þegar maður kom sjálfur í fyrsta hittið þarna, maður, þvílík dásend. Svo 2 ára seinna þá var maður löngu hættur að segja þetta. En þá kom þessi fíni gestur og hann sagði þetta og rifjaði upp fyrir mér. Já, þetta er nú bara nokkuð gott. Svona þurfum við stundum að minna okkur á að við eigum nú bara, höfum nátt bara mjög flotta stundir en við viljum gleyma þessu góða. Og einhvern veginn hefur maður nú samt ekki náð að gleyma jólunum. Ég rifjaði smá upp brot af því þarna í þessu andartaki sem ég var á sjó. Og æskuárin manns eru náttúrulega bara merkt þessu meira og minna. Því ég átti góða æsku. Og er þakkláttur fyrir það að hafa átt svona yndislega æsku. Ég veit ekki með þig, ég vona bara að þú hafir átt góða æsku og sért bara, já, flottur gæi, hvað það var þar í dag, eða kona, eða hvernig sem enn. En hérna, við segjum þetta gott í dag og Konráð Rúnar Friðþjófsson þakka fyrir sig og óskar þér og allum landsmönnum gleðilegra jóla, þó alveg sérstaklega þér. Í Jesú nafni.